Takk fyrir það heiður að fá að vera hérna á fyrsta málþingi nýstofnaðra snjóflóðasamtaka að tala snjóflóðavarnir og mig langaði að nota þetta erindi til þess að fjalla eða veita þessi innsýn inn í hönnun á snjóflóðavörnum og þá bara snjóflóðavarnarbörðum. Og þetta kannski þróun sem hefur verið í þessari vinnu hjá okkur og spannar svona 25 ár. Ég ætla að skipta erindinu svona fyrst aðeins að fjalla snjóflóð, svo hvað eru varnargarðar og loks notkun líkana og snjóflóðasögu við hönnun varnargarða. Og við erum með tvenns konar líkön, bæði reiknilíkön sem alltaf betur og betri og svo smáskala líkanprófanir í tilraunastofunni eða í feltin. Þetta fræðilegasta glæran hjá mér og annars verður þetta meira bara svona myndræn kynning og vonandi vekur áhuga og spurningar. Snjóflóð í eðli sínu massi bara sem rennur niður brekku vegna þyngdar. Þessi þyngd hún þarna upp í hægra horninu, M = G og þarna erum við Newton-eplið af því að G stefnir niður sem lykilatriði og veldur því að snjóflóð renna niður. Og í svona, við höfum einu sinni gert mistök að skilgreina G í aðra stefnu og það fengum við mjög áhugaverðar niðurstöður í tölulegu líkanunum. En snjóflóð má skipta upp í 7 flokka eftir hitastigi snjóþekjunnar, eðli snjóflóðanna, eftir hitastigi snjóþekjunnar, hlýni ef flóðin myndast í hlýrri snjóþekju, þá er þau meira hægfara og þau ferðast meira eins og blokk og mynda köggla. Ef snjóþekjan er mjög köld, eins og var núna í byrjun hrinunnar í Neskaupstað í vetur og á Flatey 2020 í janúar, þá verða til svokölluð fúðursnjóflóð eða kóflög og þau eru gjarnan þrískipt. Þau eru með þéttan kjarna sem er hraðskreiður og hraðskreiðari en aðrir gerðir á snjóflóðum. Svo fyrir framan þennan þétta kjarna svokallaður iðufaldur sem er léttari en ferðast hraðar og ofan á öllu saman sem byrgir fólki sýn á raunverulega hvað er að gerast inn í snjóflóðinu. Og ef við skoðum bara myndrænt svona púðursnjóflóð vegna þess að þau eru hraðskreiðustu snjóflóðin og hættulegustu og við reynum að hanna varnir gagnvart þessari gerð af snjóflóðum. Þá erum við með þéttan kjarna sem er gjarnan svona 1-3 metra þykkur hérna á Íslandi og ofan á honum er kóf. Þétti kjarninn er nokkuð þungur, nálgast vatn sem er 1000 kg/m, hann er 200, þétti kjarninn 2400 eftir snjógerðinni og ofan á þétta kjarnann með kófið sem er mjög létt og það nálgast að vera jafn létt og lóð. Hraðinn í þéttakjarnanum getur náð næstum 200 km/klst í hraðskreiðustu flóðunum og kófið svona dregst með. Og svo hafa menn flækt myndina á síðustu árum af svona púðursnjóflóði af því að menn eru farin að sjá inn í flóðið með raturum og fleiri mælitækjum. Og það framan við þennan þéttakjarna kominn iðufaldur og hann er þykkari en þéttakjarninn. Hann er í þyngd á milli kófsins og þéttakjarnans og hann ferðast hraðar en þéttakjarninn. En það gerur hann hættulegan, þannig að hann lengist samanborið við þéttakjarnan eftir því sem snjóflóðið ferðast niður brekkur. Og inn í þessum iðufaldi eru iðukosti óregla og það eru hvirflar. Það er einhver regla í þessu líka og það eru líklega hvirflar með reglulegu millibili. Og við höfum séð að þessi iðufaldur, hann getur fleygt bílum einhverjum metra, jafnvel 10 metra. Hann brýtur glugga og hurðir og getur farið í gegnum hús. Og ef við erum óheppin þá kemur svo þéttikjarninn í kjölfarið. En þá reynum við að hanna varnir til þess að geta reyna að temja þetta fyrirbæri. Og nú erum við að horfa ofan á, þetta er svona skýringamynd ofan á varnargarða. Þetta bláa er snjóflóðið. Það er að fara stefnur niður brekku með hraðan U og þykktinni H og hérna erum við með leiðigarð sem beinir flóðum frá byggð, oft út í sjó og hér á landi eru leiðigarðarnir yfirleitt svona 10-20 metra háir eða jafnvel minni lægri
Þvergörðunum þeim ætlað að stöðva snjóflóð alveg og þess vegna þarf hærri mannvirki og þau eru gjarnan 10 til 25 metra há og hæstu garðarnir eru fyrir ofan Bolungarvík. Svo eru keilur, það eru svona eins og litlir þvergarðar og þeim ætlað að hægja á snjóflóðum yfirleitt á þeim lenda þvergarði sem svo stoppa þeim eða leiðigarði. Og keilurnar eru lægri mannvirki 5 til 12 metra há hér á landi. Og hönnun á þessum mannvirkjum, hún byggir fyrst og fremst á snjóflóðasögunni. En snjóflóðasagan er oft gloppótt, þannig að þá notum við tölvulíkanreikningar. Og það eru ýmsar nálganir alltaf gerðar í svona tölvulíkanreikningum og svona flóknum fyrirbæri svo snjóflóði. Og þess vegna, ef við erum heppin, eru líkunin ónákvæm. Ef við erum óheppin, þá eru þau ekki að reikna rétt eðlisfræðina. Þannig að það er líka stuðst við bara líkanprófana í tilraunastofum. Við höfum ágætt reiknilíkun, teljum við núna, til þess að reikna þétta kjarnann í snjóflóðum og líka prófanir til þess að reikna þennan þétta kjarna, en við höfum ekkert til þess að reikna yfirföldin, sem er svona óafþreifanlegra fyrirbæri. Og þess vegna er virkni varnargarða raunsikarlega gríðarlega lærdómsrík. Og við fengum heldur betur prófraun á varnarnar ofan við Neskaupstað í vetur. Og þá féllu flóð af ýmsum gerðum. Fyrstu flóðin eru guluflóðin, þau féllu hérna 27. mars og það var mjög köld snjóþekja sem var uppstæðin þeim flóðum og kaldur snjór alveg út í sjó, kaldur léttur snjó sem hafði fallið hratt. Og svo hlýnaði, þannig að snjóþekjan var þyngri og þéttari. Þannig að bláu og grænu flóðin sýna þau og þetta er lítarskanni sem að byggingarmyndirnar af Hörpu búin til úr. Þetta er 1. apríl, eftir hlýnuna. Þannig að hérna sjáum við þetta er eins og útlína blautu snjóflóði, mjög köflótt. Á meðan gulu flóðin eru þessi köldu flóð. Og mér langar að sýna ykkur aðeins þessi varnarvirki fyrir ofan Neskaupstað og byrja á Drangagili. Þetta er þvergarðurinn undir Drangagili og Skákgili og hann er hæstur með því 80 metrar ef ég man rétt maður upp á honum og öryggisgirðing og flestir þessir þvergarðar eru hannaðir með alveg snarbratta hlutir upp í snjóflóðið. Hérna er snjóflóðsbrunn sem kom í kalda flóðinu 27. mars. Lenti hérna á garðinum og á ystu keilunum. En hérna erum við í hlíðinu og horfum niður á þessa varnargarða. Það eru 2 raðir keilum ofan við garðinn. Og ef við stöndum upp á garðinum og horfum upp í brekkuna, þá líta keilurnar svona út og þær láta frekar lítið yfir sér. Þessari mynd allan að falla ágætlega inn í landslagið. En ef maður kemur nær þá sér maður hversu gríðarlega stór þessi mannvirki eru. Og keilurnar eru líka hannaðar með svona bratta flúðlið. Og þarna er áki og hún er 2 metrar. En snjóflóðasagar er alltaf nýtt til þess að staðsetja þessi varnarvirki og hérna er loftmyndar Neskaupstað og útlínur, þessi gulu línur eru útlínur snjóflóða sem eru þekktar. Og þið sjáið að varnargarðarnir eru staðsettir þar sem við erum með síðustu flóðin. Þannig að hérna erum við með leiðigarð, svo tekum við þvergarður og 2 keiluraðir undan Tröllagiljum og stöðmerki í upptakasvæðinu. Þetta er nýjasti garður sem hefur verið byggður, hann er undan Urðarbotnum, þar eru líka 2 keiluraðir og þvergarður. Þetta er Drangagili, 2 keilur, þetta var fyrsti garðurinn sem var byggður. Og þvergarður og hérna eru líka stöðvirki í upptakasvæðunum til að koma í veg fyrir að snjóflóðin fari af stað svona ofarlega. Og þetta er svo væntanlegur garður undan Nesgili og Bakkagili. Flóðin sem féllu 27. mars fóru alveg inn í byggðina hérna undir Nesgili og eru þessar slitnu gulu útlínur og eru rauninni stærstu, eru 200 metrum lengri skriðlönd en stærsta flóðið sem var þekkt fyrir úr þessum farvegi.
og það var merkilega lítill snjór, líklega myndi snjór í þessu flóði sem fór þessum 200 metrum lengra heldur en í flóðinu sem féll 1974 sem var stærsta þekkta flóðið úr farveginum. Þannig að við vorum með þetta svona góðu snjóflóðsaðstæður þarna 27. mars. Og ef við skoðum nánar bara hönnunina á þessum varnargarði sem verður næstur í röðinni, þá notum við þetta tvívíðlíkön til þess að herma snjóflóð, hönnunarflóð, niður hlíðarnar og staðsetja mannvirki, auk upplýsinga snjóflóðútlínur. Og hérna hafa keiluraðir verið staðsettar þar sem við fáum mesta hraða í þessum líkangeislum. Þannig að rauði liturinn stefnir mestan hraðar og svo tekur þvergarðurinn hérna jaðrana á flóðinu án keilna. En það ekki hægt að herma árekstri við keilur í svona tvívíðu snjóflóðalíkani. Flóðin geta ekki hoppað, þau eru límd við yfirborð landsins. Og þess vegna hefur hönnunin verið byggð á svona líkanprófunum í tilviljastofu. Og þetta uppsetning í skalanum 1/1000, þar sem glersaflið látið herma eftir eiginleikum snjóflóðs. Og þegar snjóflóðið fellur á keilurnar, þetta eru Drangagilskeilurnar, og kom það fólki á óvart að flóðið fór ekki í kringum keilurnar, eins og fólk hafði kannski gert ráð fyrir, heldur kastast bara yfir það. Bara lendir á keilunum og kastast yfir. Og svo sjáum við að það verður mikilvægt að staðsetja raðirnar, keiluraðirnar, þannig að neðri röðin sé fyrir ofan eða fyrir neðan þann stað sem flóðin stoppa eða lenda. Þessar tilraunir hafa verið endurteknar á mörgum skölum með mismunandi efni. Við erum að nota sykur eða kveinan til þess að herma eftir eðlissnævarins. Þetta er stærsti skalinn sem við höfum prófað. Þetta er 50 cm keilur hérna. Skalinn hérna milli 20 og notaði snúð. Hérna fáum við líka þessa sömu hefðu. Og það er vitni af einu flóði á Drangagilskeilurnar núna í vetur og sáu þetta gerast. Flóðið kastast yfir eftir keiluröðina og svo hvarf allt í kófi og menn héldu jafnvel að það var bara snjóflóðið var að kastast yfir bæinn. En það stoppaði greinilega eða lenti ofan við neðri keiluröðina og fór aldrei alveg á varnargarðinn. Þannig að það var gríðarlega léttir að sjá það virka þannig. Við höfum prófað líka varningja krabbaflóðum sem er aðeins kannski einhverju aðeins flóknara því að það er vatnskenndari massi krabbaflóðin. Þau fara gjarnan hægar en eru þyngri. Og hérna erum við tilrauna aðstöður Siglingastofnunar. Skalanum 1/10. Að setja af stað krabbaflóð sem lendir á 1 metra háum þvergarði hérna. Þetta er búið að hægja á þessari keyrslu áttfalt. Við fáum gríðarlega gusugang, svakalega gusu eða gosbrunn í upphafi og heilmikið fyrir yfirgarðinn. Og svona garðar eru alltaf hérna í Íslandi byggðir mjög nálægt efstu húsum, þannig að það er ekki ásættanlegt að það sé eitthvað að kastast yfir garðana að magni. Þannig að eitt af því sem var prófað í þessum tilraunum, það var ýmislegt sett prófað, var að setja 2 keiluraðir ofan við þennan sama þvergarð. Það tæta keilurnar upp þetta krabbaflóð og garðurinn ræður við flóðið. Þannig að þetta verður lending á Patreksfirði. Þetta var sérstaklega hannað þessar tilraunir vegna Patreksfjarðar
Það féll líka krabbaflöður sem betur hefur verið ekki mjög stórt, en það fór upp úr farveginn. Og að lokum, þá langar mig að sýna ykkur hvernig tölvulíkunin herma þennan árekstur við keilur. Sest nýjasta gerð, við erum komið með líkunni 3 vítum og það var þróað núna bara síðan 2020 eftir að Flateyrarflóðið féll og fór yfir þennan leiðigarða hluta og það var sett af stað endurmat á virkni garðsins og hönnun á því hvort það væri hægt að bæta eitthvað hönnunina þannig að virkaði betur. Og hér flóð og skollakvöld sett af stað og litirnir eru hraðinn í flóðinu. Og þetta þróun á 3 keiluröðum ofan við leiðigarðinn. Hérna er flóðið komið á alltaf 60 metrar á sekúndu. Við sjáum sama gusugang og við sjáum í smáskala prófununum í tilraunastofunni. Við erum býsna ánægð með þetta þrívíða líkan. Og við sjáum fyrirbæri svo straumstökk myndast sem við viljum sjá. Svo fórst hluti af hönnuninni og ástæðan fyrir keilunum þarna er líka til þess að hægja á flóðinu áður en að það lendir í höfninni til þess að draga úr hættunni á að við fáum flóð út í höfninu á Flateyri eins og gerðist. Og ég ætla að síðasta glæran er svona yfirlitsmynd frá Flateyri. Hérna til lengst til vinstri erum við með landið fyrir áður en varnargarður var byggður. Og útlína stærsta flóðsins frá 1995. Í miðjunni þá eru núverandi garðar og útlína stærsta flóðs á Garðinn og Skollakvöld sem var 2020. Það var yfirfaldurinn sem barst yfir Garðinn en allur þéttikjarninn beindist frá byggð út í sjó. Og yfirfaldurinn var það bil 10% af snjónum, 90% af snjónum fór út í sjó en því miður að stórum hluta inn í höfninu og rústaði henni. Svo er hérna tillaga að endurbættri hönnun sem ég sýndi ykkur á. Það er þessar 3 keilurraðir, það er hærri þvergarður, aðeins hluti legun á honum. Það er tiltölulega lágur garður, leiðigarður hérna ofan við höfnina. Þetta er hönnunarflóðið okkar. Og það var gríðarlega léttir að sjá í vetur að keilurnar í Neskaupstað virkuðu gegn þessum yfirfaldi sem að þetta tölvulíkan nær ekki að herma. Þær virtist hafa brotið upp í yfirfaldin og þannig að við höfum trú, ennþá meiri trú á þessar uppstillingum á Flateyri með keilum til að brjóta yfirfaldin sem fór eins og fór yfir garðinn hérna fyrir. Þá ætla ég ekki að halda lengra. Takk fyrir. Það alveg tímlega spurningar. Já, náttúrulega. Einhverjar spurningar til Kristín og Marteinn? Hann í upptakamannvirki í samræmi við þetta, eða í samband við þetta? Já. Við erum verið aðalega með svissneska sérfræðinga með okkur í því og þú veist, já, það er líka, en það var ekki á Flateyri, það stendur sem Flateyri. Almennt? Já, almennt, já, það var svarið já. En ég ákvað að fjalla ekki það líka, það hefði orðið of langt erindi. Það? Núna einn spurning. Já, Elias. Já, ég er aðeins að áttum á yfirfaldi. Já. Er eitthvað að vita nákvæmlega hvernig hann verður til? Hvað veldur í að þetta myndist fyrir framan kjarnann? Það er margt á huldu, en það er eitthvað sem menn vita, telur sig vita. Svo er menn ekkert sammála það endilega, helstu sérfræðingar í heiminum, en það er alltaf þannig. Það þarf ákveðnar aðstæður, það þarf kaldan snjó, það er alveg potið. Og það
þarf nóg af köldum snjó til þess að viðhalda yfirfaldinum í brautinni niður. Og þessar aðstæður voru í Neskaupstað 2023 í vetur. Á Flateyri voru þær aðeins öðruvísi, þá var kaldur snjór í upptökum en hlýrði neðar. Þannig hugsanlega væri hægt að búa til aðstæður með hættulegri yfirfalli þar. Þetta mun sjá. Svo gæti verið að það skipti máli hæðin á upptökusvæðinu til þess að yfirfaldurinn verði þróaður og öflugur. Myndist þróaðir kvillarjónum. Tilraunasvæðinu í Austurríki sjá menn víst aldrei yfirfalli myndast og þar er tilraunasvæðið 3-400 metrar hátt. En í Sviss þá sjá þeir hann alltaf í sumum kylum og aldrei í öðrum kylum. Í svona köldum aðstæðum. Já. Og menn sjá eitthvað sem er túlkað, menn mæla þrýsting fyrir ofan yfirfallinu og íjónum og svo horfa menn inn í flóðið með svona optísku skynjurum og þeir sjá einhverja strúktúra, en hvernig ég túlka þá nákvæmlega vita menn ekki. Það er margt sem bendir til þess að það sé alltaf með svona hvirfill fremst í yfirfallinu og eins og bara hvernig bílar hafa kastast til þarna. Það er til þess að sé svona mjög lóðréttur þáttur í hraðanum allavega fremst og svo og mögulega líka hérna inni. En þetta er rannsóknarefni í dag og þetta byggir sérst á vinnu sem er fyrst birt 2015 sko. Þannig að þetta er frekar nýtt og menn að mæla á fullu. Og veit ekki alveg hvernig þau eru heldur að veljast. Þannig að það hefur rauninni sjálfkostin hefur ekkert að skoða þeir að ráði. Menn hafa reynt að byggja greindur í Japan. Menn hafa ekki trúið ekki. Þannig að já, það er ekkert fast í hendi. Það. Það er slett. Takk fyrir þetta ótrúlega áhugaverða erindi og bara mikið gerast í þessum málum. Jón Páll,